Komið sælir áhundu góður og verið velkomnir í ritstjórna þar sem við fjöllum það sem hæst ber í samfélaginu hverju sinni og svona skoðum það hverjir hafa staðið sér best í fréttaumræðunni. Við ætlum að sjálfsögðu að fjalla þjóðhátíðina þessu sinni sem hefur þjappað þjóðinni heldur betur og rækilega saman á síðustu dögum og vikum. En mun þetta breyta einhverju fyrir samfélagi? Förum við strax aftur að nöldra og röfla út í það óendanlega eins og við erum stundum vön að gera. Svo ætlum við að fjalla flóttann frá Alþingi. Vigdís Hauksdóttir ákveðin í að hætta ásamt svo mörgum öðrum á þessum kjörtímabili og reyndar því síðasta að það má segja eiginlega heilt þing sé að hverfa á örfáum árum, sennilega mesta breyting á þinginu í sögunni. Og svo fjöllum við aðeins íslensku þjóðfylkinguna. Grundvöllur fyrir því að ala á kynþáttahyggju hér í íslenskri pólitík rétt eins og er að gerast út í Evrópu. Við sjáum núna hvað er að gerast í Bretlandi, Hollandi, Frakklandi, Ungverjalandi, Póllandi. Alls það virðist vera jarðvegur fyrir þjóðrembu af ítrustu tegund. En svo spyrjum við líka í lokin hvað verður kosið í haust, einar kosningar að baki. Það er næstu á hausti komenda og þá eru flokkarnir væntanlega að byrja að máta sig inn í þjóðfélagsumræðuna. Jón Agnar Ólafsson, umsjónarmaður Sérblaða Morgunblaðsins hér gegnt mér og við hlið mér Þórunn Elísabet Bogadóttir, aðstoðarritstjóri Kjarnans. Verið velkomin. Byrjum á þessari einstöku þjóðhátíð sem hefur þjappað þjóðinni svo rækilega saman að það er með ólíkindum. Allt í einu hættum við að nöldra og röfla og stóðum saman sem einn maður og vorum til fyrirmyndar í einu og öllu, hvort heldur bara á vellinum eða upp í stúkunni eða hérna heima. Já, það er alveg ótt að segja það. Hvert sem litið þá lukkaðist þetta eiginlega alveg frábærlega. Við sigruðum þetta mót svo að segja, þó við höfum endað í 8 úrslitunum sko. En það er alveg rétt svo að segja, strákarnir okkar stóðu svo auðvitað öllum vonum framar. Þeir voru bara algjörlega frábærir. Stuðningsmennirnir slógu í gegn líka, ekki einasta voru þeir bara til stakra fyrirmyndar, ekkert vesen. Og engin skuggi sem féll á. Engin skuggi sem féll á, sko. Englendingarnir, þeir urðu sér þarna til smá minnkunar og ekki síður rússarnir, eða ég má að segja hermennirnir sem voru sendir suðrætti til að lúskra á einhverjum svona helgarpöpum og bolta svona í áböllum. Og svo er bara við svo gaman að sjá hvernig umræðan hérna heima, burtsér frá þeim sem fóru út, leikmenn og stuðningsmenn, þeir sem voru hérna heima allt í einu bara gátu sammælst einhvern einn málstað og það voru allir bara í svo góðu skapi og svo jákvæðir að það hefur verið bara töluvert óvenjulega skemmtilegu bragur á bara þjóðfélag. Já, og það var einhver, Þórunn, sem sagði að þetta væri svona eins og hippasamfélag. Það var bara ást og friður allstaðar og samstæðan svo rík að maður bara fór brosandi í gegnum þessar vikur. Já, það er alveg rétt. Það var bara þannig og ég er kannski ennþá einhverju leyti, við erum svona aðeins að koma einhvern veginn niður að þessu skýi. Já, og það er óvenjulegt. Og ég meina, við varum nú búin að vera að tala um það hérna að fólk nennti til dæmis ekki að lesa eða horfa eða hlusta á neitt annað. Bara það snýst allt og snerist allt þetta. Við fundum það til dæmis bara hjá okkur á Kjarnanum. Það er bara, ég bara næstum því þóra fullir að bara marktækum munur, bara það leið og eitthvað tengdist fótbolta eða EM, þá bara nenntu allir að lesa. Það rauk upp. Það bara rauk upp. Og allt annað, það hefði verið hægt að bara gera hræðilega hluti nánast og þeir hefðu bara fallið einhvern veginn, þið veitu, í tómið. Vegna þess að það nennir engin neinu sko neikvæðu eða leiðilegu. Það eru bara allir fókuseraðir á þetta. Og það er bara búið að vera mjög skemmtilegt á meðan að þessu stóð. Og við höfum oft verið kannski Evrópumeistarar einmitt í nöldri. Haldið að þetta breyti einhverju? Haldið að við höfum fundið okkar fjöl? Ég hugsa að einhverju leyti mun fólk taka svolítið þessa reynslu með sér inn í næstu mánuði og misseri og hugsa að þetta var rosalega gaman. Auðvitað gefur á bátinn og það mun eitthvað fara í taugarnar á mér en ég ætla að reyna að fara ekki alveg í gömlu förin aftur. En auðvitað munu einhverjir náttúrulega fara aftur í hitt þjóðasporti sko, að nöldra og naga og svoleiðis en ég vona að stemmingin smiti sér aðeins inn í framtíðina. Mér finnst eiginlega bara strákarnir okkar sem eru búin að standa sig svo vel, þeir eiga bara inni hjá okkur að við tökum það á okkur til fyrirmyndar og reynum svona með einhvers konar heildasvip að reyna að sækja fram. Og það var dásamlegt að fylgjast með útlendingum og öllum sem voru hér á landi meðan að þetta stóð sem hæst og við öskrum okkur hása og jafnvel í þessu húsi hér á Eiðistorgi þá gerðist það undur þegar Ragnar Sigurðsson jafnaði það í leiknum móti Englendingum að það sprakk salurinn hérna niður á Rauða ljóninu svo húsið hristist og fólkið inn í Hagkaup sem vissulega voru bara útlendingar vegna þess að allir Íslendingar voru heima að horfa á leikinn það fór í var
hélt að væri verið að fremja hryðjuverk. Það nötraði svo húsið. En það sem sko dásamlegt við þetta Þórunn líka að við slepptum okkur ekki í þjóðrembu. Þetta var fyrst og fremst þjóðarstolt og fegurðin sem fólst í því að segja bara við strákana þið gerið ykkar bestu, við biðjum ekkert meira. Já, ég held... Þetta fór aldrei lengri en það. Nei, það gerði það ekki. Þetta einhvern veginn svona náði alveg að dansa á línunni og vera bara fallegt í rauninni. Það er rosalega auðvelt að fara og fyrir Íslendinga ofboðslega auðvelt að fara oflangt með þetta. En þetta einhvern veginn, já, við náðum að halda okkur á línunni. Ég er ekkert viss um að þetta muni breyta eitthvað miklu. Sko, jú, núna er náttúrulega bara, það vill svo til að þessu líkur öllu bara í byrjun júlí. Það er frábært veður, allavega í Reykjavík, og fólk er bara að fara í sumarfrí. Þannig ég hugsa að þetta fresti núna, sko, leiðindunum, en við erum náttúrulega að fara inn í kosningar og auðvitað, ég meina, við getum ekkert verið öll einhvern veginn, við erum ekki sammála alla hluti eins og við erum sammála sko, þessa stráka. Auðvitað ekki, þannig að það er alveg eðlilegt að einhvern veginn samfélagið fara aftur í eitthvað svona ágreiningsfarveg, en þetta er allavega búið að vera óbúslega kærkomið frí fyrir alla held ég. Ég held að allir hafi fundið það. Hvað einhvern veginn þetta svona léttir andan. Hvíld frá nöldru? Já, og ég meina, og það er nauðsynlegt. Svona andlegt detox í smástund. Já, ég meina, við erum búin að vera svolítið í þessu bara í svo mörg ár líka, sko algjörlega án afláts. Og komandi út úr þessum sko vetri sem var vetur stórfyrirsagnina, hver sko skandalfrétti nánast af annari sem birtist hvort heldur sem ráðherra voru í vörn eða þurfti að segja af sér. Þannig að þetta var eins kærkomið að gat verið. En þá spyrir maður sig að því hvert verður fyrsta rifrildið og hvert verður fyrsta nöldrið og það líður að kosningum þegar að sumarfríunum sleppur þá förum við á fullt inn í kosningahaust. Hvað verður kosið? Það nefna margir heilbrigðismálin og einhver kannski ætlar að reyna að stela sér og eigna sér það mál sko, sem er vissulega óleyst. Já, og það er eiginlega bara alveg óleyst og óuppgert á mjög marga vegu. Ég ímynda mér já að svona einn allra stærsti pósturinn í kosningabaráttunni verði hvernig á að gera bara þennan málaflokk úr garði svo sómi sé að. Því þar er potturinn eins og hann leggur sig mölbrotinn bara liggur við sko. Og það verður auðvelt, hugsa ég hvað munum margir sko þrá einhverja góða lausn. Þannig að það verður örugglega tiltölulega auðvelt að eigna sér þá umræðu með einu svolítið svona þungu loforði sko. Þá er alveg líklegt að þar með sé bara tóninn gefinn sko. Ég hef á tilfinninguna að það séu kannski 3 mál sem munu standa upp úr og 2 þeirra hafa verið svelt og reyndar það 3. líka. Það eru sem sagt heilbrigðismálin og það eru menntamálin, framhaldsskólinn í fjársvelti sem aldrei fyrr og hefur ekki verið leiðréttur frá hruni þegar það þurfti að skera eðli máls samkvæmt niður og síðan eru húsnæðismálin. Ertu einhvers veginn ámættuð mig? Já, ég held reyndar að heilbrigðismálin eru augljóslega ofboðslega stór málaflokkur og verður áberandi. Ég held að það sé engin spurning um það. En það sem kemur kannski á móti er það að það munu allir flokkar reyna að vera með einhverjar lausnir og fyrir erfitt að hafa einhverja sérstöðu. Það er nefnilega málið vegna þess að jafnvel þó að það sé náttúrulega munur á því hvernig þessi flokkar vilja nálgast heilbrigðisþjónustuna, þá er samt sko í kosningum verður það ábyggilega ekki mjög mikið vegna þess að við vitum það öll að það eru, það hefur verið gerað kannanir á því, ég held að sé bara, þú veist, það er 94 eða 5% Íslendingar sem eru bara sammála að þeir vilji hafa sko heilbrigðismálin í forgangi, þeir vilja að ríkið reki heilbrigðisþjónustu, þannig að það mun svona, það verður svolítið erfitt að skapa sér sérstöðu með það eins og sko Framsóknarflokkurinn gerði í síðustu þingkosningum til dæmis með húsnæðismálin sko, að það var svolítið hægt að stela því sko þeim kosningum þannig. Og ég held einhvern veginn, maður er kannski bara orðin svona vanur því en það verður eitthvað svoleiðis í húsnæðismálunum aftur vegna þess að það er alveg ennþá stór hópur sem að bara sat eftir í síðustu aðgerðum og nú sjáum við hvort að Framsóknarflokkurinn eða einhver annar flokkur ætlar að lofa þessu fólki bót og betrun sko. Unga fólki býr bara heima hjá pabba og ekkert að gert en og svo sem öllum flokkum að kenna en þá spyrir maður sig líka
jarðvegur fyrir íslensku þjóðfylkinguna eða ámóta áróður gegn innflytjendum, íslam og fjölmenningarsamfélaginu. Þetta hefur verið að gerast allstaðar, annarstaðar í kringum okkur. Við getum nefnt að sjálfsögðu Holland og Frakkland, Ungverjaland og Pólland, það sem góður jarðvegur fyrir svona ofstæki. En líka höfum við orðið þess að var í Bretlandi eftir útgönguna að þar allstór hópur manna sem vill einfaldlega að þetta fólk sem kom inn í krafti fjórfrelsisins fari bara aftur heim til sín. Já. Og með það sama. Með það sama. Við erum búin að kjósa, nú getið þið bara hypjað. Já, og jafnvel þó að þetta fólk taki minna úr samfélagssjóði heldur en það leggur til hans. Já, og sé kannski þeir sem yngri eru bornir og barnfæddir í landinu. Þetta er kannski 3., 4. kynslóð, hvað maður segja, af innflytjendum. Og umræðan þar að lenda náttúrulega bara galin. En af hverju ætti ekki að vera svona jarðvegur fyrir svona málflutning hér heima eins og úti á meginlandinu og í Bretlandi? Að því við erum betur gefin en hinn? Nei, ég veit það náttúrulega ekki. En mig grunar að innst inni þá kannski sé fólk, það svona ekki kannski alveg nógu stolt af þessum skoðunum sínum. Jafnvel þetta finnið alveg í hjartanu að svona líður mér en það líður ekkert ólega mörgum öðrum í kringum mér svo ég ætla aðeins að halda þessu út af fyrir mig. En í milljóna þjóða samfélagi, þá ertu samt kannski með nokkuð 1000 manns og þá auðveldara að bera þessar skoðanir á torg og básúna og vera með skilti og veitast að öðrum úrsliðis. Þú ert að segja okkur að við séum bara einfaldlega að fá til að... Já, ég held að ef við gefum okkur að í dæmigerðu evrópsku samfélagi sé ákveðin persóna, prósenta vildi ég segja, af fólki sem aðhelli svona skoðanir, og móttækilegt fyrir lýðskurum á þennan veg. Við erum bara, eins og búið að hamra á í gegnum EM, 330.000. Þetta eru kannski bara nokkur 100 manns. Þannig að það verða alltaf til einhverjir sem telja að fólk með annan húðlit eða innflytjendur eða hvað það beri ábyrgð á þeirra eigin vandamálum eða sé ávísun á vandamál. Ég held að það breytist svo sem ekki. Ég held að aftur á móti breytist það heldur ekki að það verður ekki meiri háttar grundvöllur fyrir þessu framboði ef það verður og það mun ekki ríða feitum hesti frá næstu kosningum. En heldur þið Þórunn að þessi þjóðhátíð sem hefur verið hérna undanfarna vikur, þetta þjóðarstolt, þetta gargandi sjálfstraust þjóðarinnar, heldur það verði vatn á myllu svona afla? Nei, ég held ekki. Ég held við höfum alveg séð það og sáum bara í síðustu sveitarstjórnarkosningum að það gafst afskaplega vel, þrátt fyrir að það hafi verið bakka með það eftir kosningar, þá gafst það afskaplega vel að ala aðeins á útlendingaandúð og sérstaklega múslima-andúð. Tölum bara hreint út, Framsókn aldrei stærri. Já, það var bara þannig. Og það bara ekkert annað í spilunum en það að Framsókn fékk 2 borgarfulltrúa út á þessa umræðu og þetta. Þannig ég held að það farvegur fyrir þessar skoðanir. En ég held einmitt að, eins og þú komst inn á, ég held að fólk sé ekki, mun ekki þora að leggja lag sitt við svona nýjan flokk sem svona opinberlega bara rasískur, af því það hann. Ef það væri einhver af hefðbundnu flokkunum sem tæki þessi mál svona mígra upp á sína arma, svona penna og meira undir rós eins og kannski var þá held ég að það næði aðeins lengra. En ég held einmitt að það kannski verður okkur eitthvað til haps að það erfiðara fyrir fólk að koma fram svona opinberlega og með svona bara leggja þetta á borðið, svona ofboðslega hreint og beint, bara hrein og beina útlendingaandúð. Tölum aðeins flóttan mikla frá Alþingi, ég gat þess í upphafi að á að giska heilt Alþingi hefur horfið af Austurvelli frá því að kosið var 2009. Tæplega 30 sem sátu á kjörtímabilinu 2009 til 2013 fóru annað sjálfviljugir eða duttu af þingi. Blessi minning tveggja sem fóru svo yfir á næsta þing og eru fallir frá, Guðbjartur og Pétur. En 12 núna hafa tilkynnt brottför sína, einhverjir eftir að detta út og jafnvel margir. Þetta vinnustaður sem fólk hefur ekki endilega mjög mikið áhuga á að vera lengi innan dyra á? Ég held að Íslendingar hafa einhvern veginn alltaf svona látið sér þessi mál varða og það held ég sé ekkert að breytast, en ég held náttúrulega að Alþingi hefur ekki verið uppbyggilegur vinnustaður heilt yfir. Nú sálfræðilega séð síðustu kannski svona 8 árin eða svo. Þetta hefur verið oft verulega átakanlegt og maður hefur
af heilum hug vorkennt þeim sem eru þarna fram á nætur í bara mjög vondu andrúmslofti. En ef ég væri sko vinnustöðasálfræðingur þá myndi ég segja að það væri eitthvað mikið að þarna. Já, það er virkilega óhætt að segja það. Já, sko auðvitað verður debatt að þetta er staðurinn fyrir það. En hann hefur bara ekki verið uppbyggilegur eða vænlegur til árangurs og ég hugsa að flestum hafi nú ekki liðið vel, heilt yfir þarna inni, sko, bara eins og stemmingin og umræðan hefur verið. Og Vigdís Hauksdóttir, þingkona Framsóknarflokksins, fór mikinn hér á Hringbraut í gær og talaði að Alþingi væri í ruslflokki og hún sem þingmaður upplifði það og reyndar fleiri upplifði það að framkvæmdarvaldið það veður á skítuðum skónum yfir, afsakið orðbragði, yfir Alþingi nánast upp á hvern einasta dag, ræður allt og miklu á kostnað löggjafans sem á þar fyrir utan að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu. Ég held að mjög margir sem hafa yfirleitt unni á þingi eða í námunda við það svo eins og fréttamenn geti tekið undir þessi orð Vigdísar. Já, það er náttúrulega ýmislegt sem að er að bæði á Alþingi og svo bara einmitt í öllu sko kerfinu. Það er alveg rétt, en svo er það annað mál að þingmenn hafa ekkert sérstaklega endilega allir sko verið að leggja neitt mikið til málana til þess að laga þetta. Þannig að þetta er svona einhvern veginn, ég held að þurfi svolítið að sko stíga skref tilbaka og horfa á þetta svolítið heildrænt. Þú veist, það er ekki einhvern veginn, það er ekki hægt að kenna einhverju einu Það er bara ekki þannig. Ég meina það er mjög eðlilegt held ég fyrsta lagi að Alþingi hafi farið niður í ruslflokk í áliti fólks eftir hrunið. Ég held að það sé bara mjög eðlilegt og ég held að það sé ekki hægt að kenna sko framkvæmdarvaldinu það að það hafi ekki lagast á þessum 8 árum. Það er einhverju allt öðru að kenna. En af hverju er Vigdís að hætta? Hún segir að hún fái engu ráð innan þingsins, það sé vaðið yfir þingið á skítuðum skónum eins og við gattum áðan og Alþingi sé bara stöðnuð stofnun sem sé í raun og sann undir hælnum á framkvæmdarvaldinu. Er þetta rétta skýringin svo við sitjum okkur í sko sæti samsærisins? Heldur hún kannski að hún muni ekki hafa það gegn Lilju Alfreðs sem er svona prinsessan í flokknum að því að virðist þessa dagana? Jú, alveg óumdeilanlega, krónprinsessan sko. Ég skal hins vegar alveg viðurkenna að það komið dálítið óvart þegar ég heyrði fyrst fréttir af því að Vigdís ætlaði hætta. Það kom mér mjög óvart. Af því að sko, alveg burtséð frá því hvað skoðum maður kann að hafa á henni, þá virðist hún nú samt hafa svona nánast þrifist bara á þessari ekki alltaf jákvæðu dýnamík sko og svona staðið svolítið storminn af sér alveg hvað sama hvað og Jón Agnar svakalegur nagli sem sko lætur það eins og vindumeyru þjóðtöð þó að fólk sko skvetti yfir hana öllum svívirðingum íslenskrar orðabókar. Já. Hún hefur vist hafa bara svolítið mikla ástríðu fyrir þessu. Já, hún hefur verið ástríðupólitíkus, þetta er alveg rétt orðið hana og það hefur hingað til sko jafnvel eins og kemur inn á sko öll þjóðfélagsumræðan hefur nokkru sinnum bara farið eins og holskefla yfir hana og hún hefur alveg staðið af sér og þess vegna hlýtur maður náttúrulega að spyrja sig hvað er það núna? Og þá er það sem þú komst inn á hérna í inngangsorðunum að þessari umræðu bara jafngóð kenning og hver önnur sko. En þá líka segir okkur kannski svolítið að hún skuli vera að segja þetta eins og í þessu viðtali hjá ykkur í gær og hún hefur komið inn á þetta áður. Ég meina, þetta er stjórnarþingmaður, formaður fjárlaganefndar. Ef að hún er að kvarta yfir því að ná engu fram, ná ekki einhverjum málum fram, þá kannski getur það líka sagt okkur svolítið hennar stöðu innan flokksins og innan þessa meiri hluta samstarfs. Vegna þess að, ég meina, það hefur allavega alltaf tíð verið þannig að formenn fjárlaganefnda hafa verið frekar valdamiklir og þú veist. Þannig að það er líka, hefur alveg hægt að setja spurningamerki við það. Og svo spyrir maður sig líka, sko, Vigdís hefur verið kjaftfor alþingismaður og svarað hressilega fyrir sig, en fengið helmingi meiri ágjöf tilbaka, ef svo má segja. Er það vegna þess að hún er kona? Myndi vera talað með sama hætti karlþingmann sem talar með sama hætti og Vigdís Hauksdóttir hefur gert og gerir? Já, mín tilfinning er nú ekki endilega svo að hún hafi fengið kannski á baukinn af því hún er kona. Kannski er það bara karlagleru mín einhvern veginn, sko. Ég fæ það ekki tilfinninguna, sko. Og hún hefur auðvitað stundum svona að einhverju leyti gefið skotleyfi á sig þegar þú veist henni misfarast einhver orðatiltæki og þá verður til eitthvað sem hægt að henda á lofti og snara tilbaka.
Vinir RÚV hafa náttúrulega alltaf, þú veist, vaðið í hana því hún hefur svona tala kannski svolítið óvarlega að nú þarf að bara fara að skoða það hvernig fjárveitingu verður háttað til þessara stofnunar því að hún tala svona og svona og svona, sko, það veist. Þú veist, hún hefur boðið upp í dansin nokkru sinni, sko, og má alveg eiga það og ég held að sé ekki, ég held að ef hún hefði verið Vignir Hauksson, sko, ljósharður alþingismaður sem talaði svona, ég hugsa að hann hefði líka alveg fengið á baki. Ég held þetta sé ekki. Hvað heldur þú? Já, sko, það hefur ekki verið mín tilfinning allavega að þetta beinist eitthvað sérstaklega að henni vegna svona kona. Ég ætla ekki að útiloka að það sé þannig, sko, ef við ætlum að taka einhver svona kommentakerfi og eitthvað svoleiðis inn í myndina, þá held ég að það geti alveg átt við einhver auka stiðast, en svona almennt séð þá hefur það ekki verið mín upplifun. Hún er einmitt, eins og Jón segir, hún bara hefur einfaldlega stundum tekið slag sem engin annar hefur viljað taka. En það er eitt sem menn óttast í þessari umræðu allri og á kannski eftir að koma upp á yfirborðið enn frekar, það er að það sé að koma ákveðið bakslag í kvenréttindamálin og jafnréttismálin hér á landi. Við sjáum til dæmis úr síðustu forsetakosningum að það er bara ein kona sem á virkilega einhverja möguleika, Halla Tómasdóttir, sem fór með heiminskautum þegar að líða tók á baráttuna. Og menn sjá það hæglega fyrir sig núna vegna komandi alþingiskosninga að konum muni fækka. Þú sér bara eins og til dæmis sko, hjá Pírötum sem eru nú stærsti flokkur landsins samkvæmt öllum skoðanakönnunum og búnir að vera langt skeið. Þeir eru að halda prófkjör, til dæmis núna í Norðausturkjördæmi þar sem ég held að hafi komist að sko 2 konur. Og það er ekki reyndar vegna, þeim var ekki hafnað, ég held bara að þær hafi ekki sótt í þetta og bara það eitt og sér, ég meina ef að Píratar halda þessu fylgi og þessi þróun verður áfram, þá sjáum við það alveg gerast. Hinir flokkarnir eru meira, eiginlega allir held ég, búnir að sko, koma inn í bara sín kerfi, annarkvort fléttulistum eða einhvers konar kerfum allavega til þess að tryggja jafnari þáttöku. En hins vegar er það náttúrulega bara þannig að þessi barátta því miður, hún kemur oft í bara svona bylgjum og svo verður einhver láteiða. Og það er einhverju talað það að þetta verði til þannig að víðast hvar verði karlmaður í fyrsta sæti hjá flokkunum og þetta muni dreifast meira, smyrjast svona breiðar yfir sneiðina og fyrir vikið eigi þá karlarnir alltaf meiri sjálfstættur en konur. Já, sem er bara mikil synd og þetta er svona dálítið eins og bara efnahagssveiflur, þú veist, það eru góðari og svo koma hallar í kjölfarið og ég veit ekki alveg af hverju, sem sagt, þessi svona eins og við erum að tala það kemur svona einhver láteið alltaf inn á milli og ekki held ég að segja því að eldmóðurinn brá eitthvað af konunum, ég held að það vanti aldrei upp á það og megi svo lengi vera, sko. Ég ger mér ekki alveg grein fyrir þessu, ekki frekar ég gerði mér sko ekki nokkra grein fyrir því af hverju áðurnefnd Halla Tómasdóttir var ekki með meira fylgi framan af, þó ekki væri nema bara sko kvennafylgi. Ég er bara ekki flinkar að lesa í svona hluti hvað stjórnmálinn var þar en svo, ég var bara alveg stum yfir, sko. Að lokum, við erum ennþá svona hálfpartinn upp í skýjónum og fráleitt lent á íslenskri foldu eftir þessi glæsilegu tilþrif út í Frakklandi. Ánægilegt að verða vitni að þessu, hvort heldur maður var staddur út í Frakklandi eins og þú eða við sem heima sátum. Það var hérna svona ein sprunga í þessari helgimynd sem blasti við okkur þessa daga þegar að Íslendingar öskruðu sig hása. Það var þegar að 2 flóttamenn voru dregnir nánast á eyrunum út úr Laugarneskirkju og barðir á leiðin út í lögreglubíl. Ef það var eitthvað sem eyðilagði alla þessa stemningu, þá var það þetta atvik. Já, engin spurning. Og það, sko, svo er þetta líka, það er búið að vísa sko meira en 100 held ég hælisleitendum úr landi á þessu ári og það bara ratar ekki alltaf í fréttirnar og hérna þetta er bara málaflokkur sem við verðum að taka miklu betur á og eins og í þessum tilvikum sko það er stjórnvöld virðast rosalega oft geta skýlt sér á bakvið með Dyflinnarreglugerðina sem að sko segir þeim að þau megi vísa fólki úr landi sem hefur haft viðkomu í öðru Evrópulandi. Það er ekkert sem segir að þau eigi að gera það. Og það þarf bara einfaldlega einhvern veginn að taka miklu betur á þessum málum. Það er mín skoðun. Og það á ekki að vera þannig að mál
fólks verði að lenda og fá fjölmiðla athygli og lenda í fjölmiðlum til þess að það eigi sér einhverja von að vera hérna. Sennilega mjög rétt hjá Þórunni að það örfá þessara mála sem rata í fjölmiðl og fá athygli fyrir vikið, hinn hverfa á bakvið svart tjöld. Já, illu heilli. Og ég tek undir sko hvert orð með það að þessi túlkun á Dyflinnarreglugerðinni okkur ekki til sóma eins og við erum að ganga fram í augnablikinu. Mér finnst þetta ekki nóg sniðugt og fyrir að því við erum nú að tala líka um Evrópumótið sko, þá held ég að fólk ætti að hafa í huga að gestaþjóðin, segi ég, Frakkland, þeirra allir stærstu sigrar hafa verið unnir vegna þess að hetjurnar í landsliðinu þeirra voru synir eða aðrir afkomendur innflytjenda. Platini árið 84, Zidane 98, hann af alsísku foreldri og bara í gegnum tíðina hafa Thierry Henry, Lilian Thuram og núna eru Karim Benzema, Mamadou Sakho, þetta eru allt saman menn sem eru ekki franskir frakkar. En hafa bætt samfélagið. Já, ef við ekki hafa þetta í huga þegar hingað koma hælisleitendur. Það aldrei að vita nema þetta fólk muni gefa okkur dætur og syni til landsins sem munu leiða þetta lið ennþá lengra en við fórum að þessu sinni. Fín lokaorð, Jón Agnar Ólafsson og Þórunn Elísabet Boðadóttir, bestu þakkir fyrir að fara yfir fréttasviði sem ansi breytt þessa dagana. En þangað til í næstu viku endilega njótiði íslenskara fjölmiðla sem eru skratti góðir, hvort heldur á vefnum, útvarpi, sjónvarpi eða blöðum. Njótið dagana.